Taktikinn í boði Jakko og UMFI. Let's go. Komið sæl og velkomin í taktíkina. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að það eru fleiri hjól á götunni núna heldur en áður og við ætlum einmitt að taka púlsinn á hjólreiðum í þessum þætti. Hingað til mín settið komið með tvær Akureyra dætur, Freyja og Hafdís, velkonar. Takk fyrir. Við byrjum á aðeins að fara yfir, það eru þessar venjulegu hjólreiðar og keppnishjólreiðarnar. Hvernig skilgreinum við þær keppnishjólreiðar sem þið eruð að stunda? Við í rauninni, erum að keppa á götuhjólum, eða reysurum eins og er oft kallað. Og þá maður að hjóla í hóp eða taka átt í TT-keppnum eða kriteríum. Við erum nú svona aðalega að keppa í götuhjólreiðum og þá erum við bara farum allt landið og keppum og æfum allan veturinn markvisst að þessu. Það er keppni sem við erum að taka þátt í, þá er startað í einu bara öllum hópnum, allt frá 10 upp í 50, 100 manns eftir hvað eru margir í, kannski sjaldan 100, en og svo er bara, allir af stað á fullu spani og maður reynir bara að vera sem fremst og þá fara að myndast hópar náttúrulega eftir í hverju geta verið framalega. Svo er komin ákveðin hópar, þá er verið að skiptast á að kljúfa vindinn. Maður reynir bara að halda sér sem lengst í fremsta hóp og síðan kemur það endasprett í rauninni, alveg sama í hvað hóp maður er. En síðan eru líka til keppnir á götuhjólum sem heita kriterium, þá er verið að fara bara svona litla hringi innan bæjar oft með miklum beyjum og svona, það var svoleiðis á Akureyri á Bíkó-svæðinu og síðan er TT-keppnir eða time trial, þá er bara einum startað í einu og 30 sekúndur í bil og það má ekki drafta það neitt, þá ertu bara hjóla beina leið og tilbaka, svona mismunandi hvernig það er, en þá er engin drafta neitt, það er bara svona alveg pjúra tímataka. Þá er það bara hann sem verður með hraðasta tíman, vinnur. Það er að taka alltaf meira á því að bara einn að hjóla, það er engin sem er að kljúfa vindinn fyrir þig. Jú, og þetta er líka oft styttir keppnir, eins og Akureyri þá hefur haft svo leiðis frá flugvellinum og Hrafnagil og tilbaka, það eru kannski 18-20 kilometrar, en að meðan að hinar keppnirnar sem við erum í hóp, þá erum við að hjóla 100-120 kilometra. Svo talar því skiptist á að kljúfa vindinn og vera fremst. Er eitthvað heiðusmannasamkomulag eða hvernig fer þetta fram? Ákveða hver er fremstur hvenær? Nei, þetta rauninni er bara svolítið eftir í hvað hóp þú ert, hvað hópurinn er stór. Ef þú ert í stórum hóp þá eru vel þessi sem eru bestir, þeir vilja vera bara fremst, þá eru kannski bara 5 að rúlla alltaf fremst og svo eru aðrir sem að húka sér far í rauninni. Og svo kemur að kannski brekku og þá gerir einhver eins og að kalla árás og þá er það bara hver nær að halda í hópinn. Kannski tínast einhverjir nokkrir úr, þá heldur bara hópurinn áfram og svo gerist þetta reglulega yfir keppnina, en það er yfirleitt þannig að þeir sem eru svona sterkastir, þeir eru ekki að fara aftast í rosalega stóra hópa, en svo kannski þegar líður á keppnina að þá eru hóparnir orðnir minni og þá náttúrulega er hópurinn að vinna saman til þess að næsti hópurinn náum hann ekki. Já. Og svo bara þegar nálgast endamarkið þá er bara endasprettur. Þannig að þetta er einhvers konar balans sem að þarf að ná á milli þess að vera sterkur og þol og þetta geta verið langar hjólreiðar. Hvernig byggið þið upp ykkar æfingar fyrir þetta með tilliti til styrks og þols? Við fengum þjálfara, Ingvar Ómarsson sem er bara besti á Íslandi til að þjálfa okkur. Gerum samningu hann í október, við erum 3 ár sem eru svona í keppnisliði. Silja Rúnarsdóttir með okkur. Og frá því þá höfum við að hjóla frá 10 til 15 klukkutíma á viku. Og mestmegnis er þetta endurance, eða þá erum við bara að hjóla á zóni 2, ef við má kalla það þannig. Og síðan eru að taka VAFO2 max keyslur, threshold keyslur, tempo keyslur, svona mismunandi inn í. En mestmegnis af tímanum er á þessu endurance. En svo ég náttúrulega yfir veturinn þá ætlum að vera að taka eitthvað styrk svolítið með, sem við höfum verið að gera, en kannski ekki alveg markvisst og við munum gera næsta vetur, maður er alltaf að bæta sig í þessu. Og svo núna þegar við komum út þá er þetta bara svipað. Þannig að núna verður mesta challenge bara að fara í keppni, gefa allt í það, fá hvíld en samt ekki hvíla of mikið þannig að maður missir formin niður, gerast tilbúin í næstu keppni. En núna líka verður þetta ennþá styttra tímabil út af COVID, byrja svo seint. Þannig að þetta verður svolítið taktíst hvernig maður ætlar að þjálfa sig í sumar. Ásamt því náttúrulega við erum að sjá
námskeið og æfingar og svona, maður þarf að passa sig þar líka. En þá erum við að reyna að finna líka tíman fyrir þessar æfingar því það fyrir mikill tími í þetta, 10-15 klukkustundir á viku, það er slatti. Já, og þetta er hellingstími sem að við eyðum í þetta og auðvitað er þetta okkar áhugamál og okkur finnst þetta ótrúlega skemmtilegt, þannig að maður, manni langar að eyða tími í þetta og þá er það bara raunnið skipulagið að koma inn öllum æfingum og við náttúrulega æfum mjög mikið snemma á morgnana og náttúrulega er frábært að maður með götuna fyrir sig, eins og við segjum oft, snemma á morgnana, engin bílar, mjög fáir að hjóla líka, þannig að Hvað er snemma á morgnana? Klukkan hringir oft svona 4:55. Já, það er mjög snemma. Já, það er svolítið snemmt. Það er svolítið snemmt, en Þegar það búið marga dagar svoleiðis í röð þá er maður bara, hver er ég að þessu? En svo fer maður út og þá er þetta bara alltaf jafn. Maður er bara svo gráður í mínúturnar á hjólinu, sko. En auðvitað æfum við alveg líka seinnipartinn og kannski örlítið seinna helgar. En fyrst þegar við byrjum eins og í haust þá vorum við að vakna þarna 5:55 og bara eitthvað, ok, við erum góður náðan klukkutíma. Síðan bara eitthvað, ok, við verðum eiginlega að ná lengri tíma. Þannig að þegar maður fann að vakna 5:15 þá maður bara eitthvað, vá, hvað ég er með þetta. Svo er þetta alltaf fyrr og fyrr. En við erum alltaf báðar með fjölskyldur, 2 börn og vinnu, 100% vinnu, en eiginmennirnir okkar eru mjög skilningsríkir og við fyrir snemma að sofa. Já. En svo talar og svo er svo gott að vakna og fara út, en það er ekki alltaf sem maður getur farið út til þess að hjóla og það hlýtur nú að vera alltaf munur á því að komast út og þurfa að vera inni. Ég finnst ég alveg jafn svona endurnærð eftir æfingu inni og úti, sko. Já, algjörlega, en auðvitað náttúrulega megnið af vetrinum erum við að hjóla inni og við erum mest megnis að hjóla bara á bjargi og við erum líka þjálfara þar og ef maður er orðin ótrúlega spenntur að komast út, stáhjóli sitt og þannig að En síðan fundum við alveg síðasta haust, þá voru líka mjög spenntar að fara að komast aftur inn, vera ekki alltaf frjós á puttunum og með hórið og geta aðeins en það fari bara að vera í hlýjunni. En við, eins og hún sagði, við erum við að þjálfa á bjargina, við höfum aðgang að stöðinu og erum mættar þar þá yfirleitt fyrstar af öllum, eins og segi, 5:00. Þannig að og það er bara í þessu eins og öllu, það er bara tilbreytingin að breyta til, maður er spenntur að komast út, maður er spenntur að, að fá eitthvað nýtt. Spenntur að fá sprettaæfingu, svo maður jafn spenntur að fá aftur rólega æfingu og þannig að þetta er svona. Og þetta er ekki þannig að maður bara setjast á hjóli og fara á hjóla, við erum með eitthvað plan fyrir hver dag, hvað við erum að gera og mismunandi milli daga eins og hann var að fara yfir áðan, þannig að þetta er mjög fjölbreytt. Það eru göngustígar fyrir gangandi og svo eru götur fyrir bílana. Hjóli fyrir hraðar en gangandi en það fyrir hægar en bílinn, hvar á hjóli að vera og það er ákveðnar umgengnisreglur sem maður þarf að tilengja sér í þessu. Já, við höfum bara svona, við erum yfirleitt alltaf á götunni, en ef ég er að hjóla í vinnuna á fjallahjólinu mínu, þá er ég meira á göngustígunum og er bara að fara náttúrulega miklu rólegar og svona, en ef það er ekki búið að moka og ég get ekki hjóla gangstíðum, þá er náttúrulega veginum, en svo þegar við erum í götuhjólru á reisurnum, þá erum við bara á götunni, nema, náttúrulega innanbæjar, það er maður bara að fara hægara því að maður er bara að hjóla heim til sín eða eitthvað, en það er bara eitt svona blandaður hjólagöngustígur á Akureyri, nei, ég veit ekki. Og svo er eins og bara með okkur að þegar við byrjum í sportinu, þá voru engir svona stígar. Maður varð bara að fara strax á götuna og venjast umferðinni, læra reglurnar. Við höfðum ekki til dæmis göngustíg innan Hrafnagili sem að við notum mikið með byrjandur núna. Þannig að maður var bara svolítið að henda sér í djúpulaugin og fara í umferðina og mér finnst ég öruggari til dæmis þar í dag heldur en á göngustígum. Já, þetta hefur breyst eitthvað. Já, ég bara, þegar þú ert í umferðinni þá eru bara ákveðna reglur sem gilda og ef þú ert á hjóli þá ferð þú bara eftir þeim en á göngustígunum er allt meira frjálslegt. Já, fólk er ekkert alltaf hægra megin og það er hundar í bandi, börn, einhverstaðar, fólk er með eyrunum, hann maður dinglar, heyrir enginn, svo kannski góða daginn og þá stekkur fólk bara einhverju átt, þannig að það er fyrir okkur, það er eiginlega bara betra að vera á götunni, en auðvitað er maður alveg stundum ef maður bara hjóla með börni sín eða eitthvað svona skiluru, en við viljum meina það að við eigum bara að vera á götunni og þá eru bara göngustíðarnir líka öruggir fyrir þá sem eru svona aðeins hægari tempói, sko. Já,
þetta snýst allt umburðarlyndi og maður getur heldur ekkit gert ráð fyrir því að vera að fara mikið hraðar en gangandi af því maður þarf að taka tillit til þeirra líka sem hjólandi. Algjörlega, sko. En svo eru náttúrulega nýja reglur sem að tóku gildi núna áramótin, að núna þegar bílar eru að fara fram á hjólreiðamanni þá verða þeir að fara 1,5 meter frá. Og þetta þú veist, lögreglan alveg búin að vera að kynna þetta og þetta maður finnur alveg mikið mun á umferðinni. Það var þannig að maður var bara fá flaut og fokkjumerki alveg stanslaust, sko. En þú veist, það búið að gerast einu sinni núna í vor. Já, það rosa miklu breytingar á þessu. Og líka bara að, þú veist, bílarnir eru bara vanar þessu. Þú veist, þeir eru farnir að þekka þetta, þú veist, eins og þú sagðir, þú veist, það eru fleiri á hjóli heldur en á bíl. Þannig að þú veist, þetta kemur bara með tímanum. En svo er maður kannski óöruggur, ég þori ekki að fara alveg strax á götuna, mér finnst ég ekki hjóla nógu hratt, finnst ég vera að tefja, en eins og segir, einhvers staðar verður maður að vera og einhvers staðar verður maður líka að byrja. Já, það við höfum oft sagt hvað fyndi og keyrir sveitina eða einhvers staðar og lendir eftir traktor. Þá bara býður rólegur og þangað til að þú getur farið fram úr. En ef þú lendir eftir hjólara sem hjólar hraðar en traktorinn, þá ertu alveg geðt pirraður, sko. Samt ertu að fara miklu styttra fram úr og skilurðu. Þannig og það mitt ástæðan fyrir líka að hjólreiðamenn taka sér oft stöðu, þetta bara kallast að taka sér örugga stöðu, að vera ekki alveg út í kanti, heldur vera svona meira inn á akrenni til þess að bílar get ekki mæst og þú ert út í kanti. Af því að ef maður tekur sér stöðu eða það eru 2 hlið við hlið, að þá þarf umferðin bara að fara eftir reglum og við eigum að vera á götunni. Þannig þá eru þeir kannski aðeins að hægja meira á sér áður en að fara að taka fram úr þegar að koma bíl á móti. En það náttúrulega það sem við kennum eins og á námskeiðum, það þetta að við þurfum að skapa okkar öryggi og við já, þú veist, við kennum það alveg frá upphafi og svo verður þetta þannig að þú bara venst í að vera umferðinni. Það auðvitað óþægilegt fyrst og við erum bara akkurat núna með námskeið þar sem við erum að fara yfir þetta og bara strax á fyrsta skiptinu þá finna þær mun og þú ert líka öruggari með einhverjum sem að kann þetta og veit hvað hann er að gera og verið nefna alla þessa þætti. Við þurftum svolítið bara að læra þetta sjálfar. Já. Það voru ekkert rosalega margir að hjóla, þannig að þetta tók náttúrulega lengri tíma og En það líka eftir sem að fara fleira hjóla. Þeim fleiri eru hjólarar og ökumenn, þannig að umferðin verður alltaf meira svona umburðarlyndari og þannig að það fleiri ökumenn í kringum hann sem að muna eftir mér sem hjólara og eru þá aðeins betri við hina hjólarana og þetta mun verða betra og þetta hefur batnað alveg helling, sko, síðastliðin ár. Akkurat, við skuldum smá auglýsingar, þannig við kíkjum í stutt hlé og höldum síðan áfram eftir þess. Taktikinn í boði Jakko og UMFI. Let's go. Við höldum áfram með því taktíkinni, það eru hjá mér Freyja og Hafdís. Svona ef við segjum mér aðeins frá ykkur, svo við fáum að kynnast ykkur sem hjólurum. Já, hvernig komist þið inn í þetta sport og segja okkur aðeins svona frá ykkar árangri? Þú byrja? Já, ég sem sagt bara var búin að fá svona einhverja smá hugmyndir þríþraut og fannst það eitthvað ótrúlega spennandi og fer þá bara og kaupi mig hjól og byrja að æfa þar með þríþrautahóp og byrja bara strax að keppa og og þeir sem þekkja mig vita að ég elska að keppa þannig ég er ekkert að kynna mig sporti of mikið þannig að ég dembi mér í það og svo flytt ég þetta semst í Reykjavík, svo flytt ég norður og er bara að hjóla sjálf, mæti eitthvað eitt samhjól sem ég heiti Freyju og svo tekið þátt í einni svona kriteriumkeppni sem er að hjóla hringinn í kringum. Og það svona eftir það, já, kynnust við og förum saman í Vá Cyclathon og eftir það er ég bara búin að vera svona svolítið að velja með keppnirnar og svo seinasta vetur þá byrjum við svona að æfa aðeins markvissara og erum að taka keppnir fyrir sunnan, bikamót, Íslandsmót og orðið svona svolítið, það snýst allt um þetta, skipulegg, sumarfríi mitt og allar helgar og það er, já, fjölskyldan er svolítið að fylgja mann í þessu og þannig að það er svona, já, mjög stutt útgáfa að leiðinni en ég hef alltaf verið að keppa, bara frá því ég keypti mér fyrsta reisirinn minn þá er ég búin að vera að keppa. Og keppnisskapið það drífur þig langt að því að þú ert ekkert lengi að... Já,
og þó sem maður vilja alltaf ná einhverjum árangri þá þetta samt fyrst og fremst að því manni finnst þetta skemmtilegt þó svo árangurinn sé alltaf það sem maður vill og það svona svolítið okkar skilaboð alltaf til kvenna í hjólreiðum að maður má alveg vera með bara þegar manni finnst gaman þó maður ætli sér ekki að komast á palli eitthvað svoleiðis þó ég vilja auðvitað vera á palli sko þannig að það en gleðin samt númer 1, 2 og 3 veist, og árangurinn kemur með henni. Já, en þú Freyja, segðu ykkur aðeins frá því. Já, ég sá bara, það var Cyclathon að fara í gegnum bæinn og ég hugsaði bara næsta ári ætli ég að vera með. Keypti mér hjól og maður minn líka og við vorum saman lið og fórum bara sett saman lið og þannig byrjaði þetta svona hjá mér en fyrst þorði ég ekki að fara á racer, þú veist, mér fannst þetta, nei, ég get ekki farið á racer eitthvað. En síðan keypti ég mér þá bara svona sem mjög svipað á racer, þetta hybrid hjól með flötustýri og ég var búin að fara 2 yfirhringi þá ég bara, nei, ég ætla bara að fá mér racer, það hinir á racer, tók þátt í einhverju móti, það voru, þú veist, örfáir, eiginlega allir á fjallahjóli nema einhverju nokkur á racer. En þá, eftir við kynnumst, þá höfum við eiginlega bara svona, ef hún ætlar í eitthvað mót, þá ætla ég líka í það og svo öfugt. Og svo hefur við bara svona peppa hvort aðra í, gönguskíðamót, sundmót og hlaupakeppnir og við bara tökum þátt eiginlega bara, okkur finnst rosa gaman að taka þátt í öllu svona. En já, hjólreiðarnar þær hentuðu mér vel að því að ég var með meiðsli í hnjám og svona, gat ekki hlaupið þá. Þannig að bara finnst þetta svo skemmtilegt eins og Hafdís segir. Maður alltaf svona að vinna sjálfan sig í þessu og það líka að finna, við getum verið mjög góða vinkonur, keyrum saman og förum að keppa, svo kemur endaspretti að þá erum við bara í hardcore endaspretti, veist. Og svo bara, það búið og við erum svo bara vinkonu eftir, alveg sem hvernig það fór. Já, þannig að það alveg hægt að keyra aftur heim, bílferðin ekki. Já. Við settum þá reglu sem sagt, að það þarf að vera glaður í bílnum, sama hvernig gengur. Já. Og við höfum bara sett það á þá sem hafa verið að æfa með okkur og reynda að fá fleiri með okkur í keppnir og svona. Og bara snýst bara það að vinna sjálfa sig en ekki endilega hvaða sæti maður í eða eitthvað svoleiðis. En keppnir þær eru mikið fyrir sunnan og sterkustu keppendurnir þá væntanlega þar líka eða hvað? Já, þetta alveg svolítið meira bras fyrir okkur að þurfa að fara svolítið söður og maður þarf að keyra deginum áður, maður þarf að vera búin að fara leiðina helst, veist, maður kannski að fara hann á bíl og eitthvað, þetta ekkert svo stór brekka, svo þegar maður fer í keppninni leiðina og bara, þessi brekka var bara miklu erfiðar en ég hélt. Þetta eru þetta eru langar keppnir, þetta eru 90 til 115 kilometrar, þannig að maður hendist ekkit leiðina bara deginum áður á hjólinu, þannig að maður reynir að skoða aðstæður og þú veist, þetta tekur allt tíma og Svo náttúrulega bara allt þetta eins og þegar við erum að æfa bara með veðrið. Ég veit ekki hvað ég búin að skoða veðurspá það gerði ég aldrei en núna maður bara alltaf á kvöldin í hvað átt ætlum við að hjóli fyrramáli. Við erum að fara að taka svona æfingu, hvað besta brekkan fyrir þetta, hvernig getum við tekið hana. Það eru ógeðslega mikla pælingar á bak við þetta allt og líka náttúrulega æfingarnar sem við erum svo að halda fyrir hjólreiðafélagið, erum að sjá fyrir hjólreiðafélagið. Þannig að þetta er miklu meira en bara að fara að setjast á hjólið og hjóla. Já, akkurat. En svo það Akureyrardætur, ef segið mér aðeins frá því. Já, þá við vorum sérst búin að fara, ég var búin að fara 3 í Váið þegar við ákveðum að við myndum velja að fara með stelpulið frá Akureyri. Og vorum bara komið nóg að því að væri ekki nóg mikið stelpum að hjóla. Þannig að við settum saman stelpulið, eða konulið og þaðan kom nafnið. Það var einhver sem datt þetta nafn í hug og við vorum búin að vera að velta svona hvaða vett maður heita. Þannig að þaðan kom nafnið og Akureyrardætur fóru semst í Váið 2018. Það eru 10 konur sem að hjóla hringinn saman. Síðan bara svo í framhaldi af því þá fórum við að halda samhjól fyrir fleiri konur, reyna að fá fleiri konur. Við heldum bara alltaf undir nafni Akureyrardætur heldum mót. Þannig að núna þetta orðið bara svona klúbbur. Við erum í hjólreiðafélag Akureyrar, við erum ekki hjólafélag, við erum bara svona hópur kvenna sem veist gaman að hjóla á götuhjólum. Og svo þetta svona vind upp á sig, þú veist, við höfum verið að halda samhjól og við erum að safna styrkjum, við gáum hjartavend, það var með mamma Hafdísar sem að og þetta það, þú veist, þegar við erum að tala Akureyrardætur og samhjóli, þú veist, og þá eru miklu fleiri en bara við sem að komum að þessu, þú veist, að við erum að hjálpast að halda þetta, skipta okkur niður á hópa
og passa svona að allir séu með, enginn sé skilin eftir og þó svo kannski að við séum svona kannski mest svona í forsvari en þá þetta samt vinna sem að fleiri en bara við erum að leggja á sig. Og þetta bara fyrir naglharðar keppnismanneskjur eins og ykkur eða fyrir hverju akkurat? Nei, það nefnilega í samhjólun okkar að mæta bara alls konar, konur og stelpur og við höfum haft opið fyrir kalla líka einhver samhjóli. En það má alveg koma á rafhjóli og bara, það má bara mæta hvernig hjóli sem þú veist, við erum alltaf, það alltaf einhver sem ætlar að fylgja síðasta manni eða verið síðasta hóp og þetta já, bara öllum gerðum og Við viljum bara svolítið að konur komi og sumar ætla að fara alveg bara mjög hratt og taka vel á því en svo bara aðra sem ætla að hjóla þægilega og spjalla þannig þetta bara svona, svo viljum að allar geti komið og fengið það sem að þær vilja út úr samhjólunum og það þurfi ekki allir að vera að gera það sama. Og þau eru líka oft svona að það að stoppa kannski eftir samhjólið og fara að fá okkur kaffi saman og eitthvað svoleiðis. Og síðan í rauninni fannst okkur bara, þannig að Akureyrardætur rosa margt og við keppum undir nafni Akureyrardætur bara því að við erum svona bara búið að festast eiginlega við okkur. Þannig að við erum keppendur í hjólreiðafélag Akureyrar en með þetta svona liðsnafn í rauninni. Já, en nú eru hjólreiðar sem keppnisgrein á Íslandi, þetta fyrir eitthvað ung grein og ungt sambandi líka, þannig að þetta kannski komiðist langt og úti þar sem þetta mjög stórt. Hvernig sjá þetta þróast svona sem íþróttagrein hérna á Íslandi og eru möguleikar að fara út að keppa? Já, þetta á eftir að þróast alveg helling og það hafa verið að fara keppendur út að keppa fyrir sunnan, bæði unglingar og svo rauninni eins og kallað elitflokkurinn, það farið á heimsmeistaramót og en auðvitað þetta mjög ung grein og eins og í okkar flokki þá þetta eru bara konur frá 25 og upp í 40 og hún sem Íslandsmeistari í kringum 40, þannig að þetta svona meira, það hefur oft verið talað svona sport fyrir miðaldra fólk, en það að breytast mjög hratt og sérstaklega fyrir sunnan, þar fullt af börnum og úlingum að æfa þetta og keppa og fara erlendis að keppa og þó ég þekki það nú ekki eitthvað rosalega mikið en þá það og það og eftir að vera held í sprengingi því næstu árin. Og maður sér alltaf einn og eitt barn sem komið á reisir. Þannig að það miklu möguleika fyrir þá sem að byrja snemma. Já, algjörlega. Og það mitt þá bara eftir að gerast með árunum. Þetta gerist ekkert á 1-2 árum. Þetta dýrt sport og þú hendist ekkert bara með íþróttaskó og æfingu. Þú þarft náttúrulega að eiga hjól og hellingsbúnað. En flestir svona sem maður hefur heyrt að byrja eins og krakkar erlendis og svona, þeir allir að byrja bara á sínum fjallahjólum eða BMX hjólum eða eitthvað svoleiðis og eru svo kannski bara þar í því umhverfi og svo svona fara að færa sig yfir í götuhjóla eða halda áfram í fjallahjóla, þetta svona mismunandi, þannig að það alveg hægt að vera með hjólaæfingar fyrir krakka og það allir bara á sínum hjólum. En það sem ótrúlega fyndið svona krakkahjól, þetta alltaf ógeðslega þungt og oft bara erfitt að stíga þetta og eitthvað með við fullarins dótið þannig að maður hugsa stundum bara á þetta að vera þægilegt fyrir þig eða þetta mjög þungt oft. En það margt í boði og mörg mismunandi hjól og maður veit kannski ekki einmitt alveg hvað á ég að vera að velja og eins og segir, það mikil munur að hjóla á þessari típu, svo þessi miklu léttar og það allt öðruvísi að hjóla á þannig hjóli. Það við erum á eins og okkur reisjörum sem við köllum bara götuhjól með hrútastýri. Svo hægt að fá cyclocross sem að lítur næstu alveg eins út, nema það það þá bara svona ekki alveg jafn aggressíft og það hægt að setja breiðari dekk, kemur ofta á aðeins grófari dekkjum, getur farið á möl á því, síðan komið með flatt stýri en samt sem að eins og götuhjól og létt, getur verið karbon. Síðan kom kannski með framdempara og samt götuhjól ennþá, svo kom fjallahjól, full dempað, dempar undir sætinu og framan og þetta bara allur skalinn sem maður getur. Og þú bara einmitt, oft er fólk að spyrja hvernig hjól að kaupa, og þá spyrir maður, hvað ætlar að nota hjólið í? Það svona svolítið fer eftir hvað hjólið þú ætlar að fá þér. Og eins og fyrir ykkur og það hjólreiðar sem við erum búin að tala hér, þið að nota þetta sem keppnishjól miklu meira heldur en samgöngutæki. Já, eingöngu. Nú tíminn alveg að renna frá okkur, maður kýrst á flug þegar maður talar eitthvað skemmtilegt. En í lokin ef við setjum út svona ykkur hvatningar orð og þá sérstaklega fyrir þær konur sem eru að horfa
að byrja að hjóla, þannig að allir mjög margir á leiðinni að kaupa sér hjól núna, en svona fyrir þá sem er svona á ég að fara að taka skrefið í að keppa, hvað segir þið? Ég bara pröfa að vera með, það þú veist, maður tapar aldrei á að pröfa að vera með og gera sitt besta og klára sér bara alveg í keppnina, maður kemur alltaf glaður í mark ef maður veit að maður er búin að leggja allt í þetta og það er svona allan það sem ég segi, þú veist, ef maður kemur alveg bugar í mark, þá er maður búin að gefa allt sem maður á. Já, og það er alltaf að taka þátt í keppni, maður þarf ekkert að fara endilega til þess að ég þurfa að sigra hana strax. Nei, maður setur bara sín markmið, fyrir einhverja er markmið að klára keppnina, við höfum oft farið í þannig keppnir, það er eina markmið okkar er að komast í mark. Svo hefur maður verið kannski með eitthvað, ég ætla nú að reyna að vinna, þú veist, þessa stelpu, skilurðu, allavega hana. Markmiðin geta verið bara margskonar, og maður getur verið með fullt af markmiðum, þá markmið sé ekki fyrsta sæti. Og maður má alls ekki gleyma því. Markmið við ykkur, það er fyrsta sæti. Við vitum bara hún er svo ógeðslega góð sem er í fyrsta og ég held að þessi enginn að fara að ná í hana en markmiðið er bara að standa sér betur enn í fyrir, ekki láta droppa sér einhvers staðar í brekku allavega næstu brekku við það núna. Og oft er það náttúrulega bara kannski einhver sekúndubrot sem er að skilja að sætin, það kannski koma 3-4 saman í endarsbrett og þannig að þú veist markmiðið getur verið kannski bara að komast upp eitt sæti og svoleiðis. Þannig en jú, þetta vil maður alltaf vera betri og ég held að það séu allir í því ef þeir eru að stunda íþróttir, hvort sem það allar er fyrsta, öðru, þriðja eða 10. Frábær lokaorð. Takk kærlega fyrir komuna í þáttinn og gefa okkur innsýn í hjólasportið. Takk áhorfendur fyrir áhorfið. Við sjáumst í næstu viku. Taktikinn er í boði Jakko og UMFI.